mjög algeng einkenni að þú sér komin á breytingaskeiðið til dæmis að það fer að breytast skapið í þér. Það að segja, þú ferð að upplifa oftar depurð og jafnvel kvíða. Starfsorkan verður minni og jafnvel koma skapsveiflur sem þú sjálfur kannast eiginlega ekkert alveg við að sé hluti af sjálfum þér. Og svo kemur líka mjög algengt að það sem að áður var skemmtilegt ekkert skemmtilegt lengur. Sjálfsmati það lækkar líka, inn í því kemur þá jafnvel metnaðarleysi, framtaksleysi, eirðarleysi og svo kemur þetta með svefnin. Svefnin getur farið að raskast verulega. Og ástæðan fyrir því allt þetta, og nú er ég hálfnað með listan, ástæðan fyrir allt þetta fer að verða öðruvísi að þetta eru þættir sem testosterónið knýr áfram hjá okkur. Og þegar við förum að glíma við svefnvandræði, þá erum við líka komin inn í það að við erum alltaf þreyttir. Og það andleg þreyta og það líka líkamleg þreyta. Og síðan fer að halla í vitlausa átt þegar kemur að bagviktinni, hún fer að stíga, jafnvel þó við séum að reyna að gera allt sem við getum til þess að gæta mataræði og til þess að hreyfa okkur eins mikið og standa eins mikla heilsurækt við getum, að þá eru erfiðara að ná að sér þeim kílum sem bætast við, vöðvamassi fyrir líka rýrna og þar með minnkaður líkamlegur styrkur. Hreyfigetan dregst þá saman á þessum sama tíma og þetta allt saman veldur því að lífsgæðin verða alls ekki eins mikil. Og takk eftir strákar, ég ekki fann að minnast á kynlífsvandan. Hann getur orðið mjög flókin og ég ætla aðeins að fjalla sérstaklega þann vanda sem að þá spurning hvaða áhrif hefur þetta á til dæmis samband mitt við maka minn. Vegna þess að sjálfsögðu hefur það mikil áhrif á sambandið ef að allt þetta að breytast í líkama karlsins og konan eða partnerinn jafnvel ekkert farin að vita af eða frétta af því að þetta allt saman sé eiga sér stað. Parsamband, það snýst samvinnu og samvinna, bara orðið ber með sér að þetta ekki einstaklingsverkefni. Það þarf 2 til og samvinna verður aldrei betri en það sem við getum talað Þannig að ef að þessar breytingar fara að tikka inn í lífi einhvers karlmann sem í parsambandi, þá verður sá karlmaður að geta talað það við maka sinn. Það sem ég verð var við að ótrúlega margir karlmenn eru í ótrúlega djúpri afneitun á því að þessir hlutir séu að eiga sér stað. Og ef þeir verða var við þá passað að tala ekki það. Og regla númer 1 í uppbyggingu parsambands alveg á sama hvaða aldur þú ert að sjálfsögðu að geta talað við partneriðin. Ástæðan fyrir því að margir eru í afneitun á þessum þáttum kannski ekki síst þetta að það fylgir því hjá mörgum ákveðin skömm. Það ákveðin skömm fólgin í því að eitthvað sé að breytast og margir fara að upplifa það sé ákveðin gagnrýni eða ákveðin árás á karlmennsku þeirra. Það að gæinn í fullri reisn, í fullri vinnur hættur að halda 4 blautum hanglaðum, sem ég reyndar held að enginn geri, en svona sögurnar úr búningsherbygginu fara að verða aðeins öðruvísi. Það algjörlega eðlilegt að þeir vöðvar sem snúa að limnum og kynlífi, þeir breytist líka eins og aðrir. Þannig að ég held að margir sem ekki vilja tala þetta, þeir vilja ekki tala það vegna þess að þeir í rauninu örlítið skamma sín fyrir það. Og það engin skömmstrákar að eldast. Það ótrúlega forréttindi að fá að eldast. Og við þurfum þá að geta talað hlutina eins og þeir eru. Og þetta með hvað það breytist mikið í parsambandinu þegar þú fer í gegnum breytingaskeið, og það snýst það ekki bara kynlíf, það snýst miklu fleiri en kynlíf. Nú erum við reyndar aðeins að horfa á kynlífið, horfum á hitt eftir nokkra mínútur, en bara þetta að þú getur rætt það við makaðinn. Til dæmis, eitt sem gerist mjög gjarnan á breytingaskeiði hjá karlmönnum að kynlöngunin verður minni. Og sumir telja að það sé mikil skömm fyrir karlmennskuna.
hver segir að karlmaður eigi að hafa löngun til kynlífs 3 á dag? Já, það eru einhverjar svona ævintýra personur og einhver svona dulhyggja bak við það. Það er aldeilis ekki þannig að allir karlmenn séu sífellt að hugsa kynlíf eins og reyndar sagt frá stundum, og ég held stundum að hljóti frá gamansaman hátt, að karlmaður hugsa kynlíf á 6 mínútna fresti. Flestir karlmenn eru bara vinnandi og hafa ekki tíma til þess, jafnvel þú eru áhuga á því. Og þú þarf ekki að skammast þín þó að þú hugsir sjaldnar kynlíf núna en þú varst 20, það er algjörlega eðlilegt. Þarfur utan er mjög áhugavert að vita að karlmaður þarf ekki og hvern maður ekki heldur. Manns líkaminn hefur enga þörf fyrir kynlíf á hverjum degi. Getur vel hafa ánægja af því, getur vel langi í það, en enga þörf fyrir það. Þannig að það er engin skömm fólgin í því að löngun til kynlífs breytist aðeins. Ef hún breytist það mikið að þú ert alveg hættur að hafa áhuga á kynlífi, þá þarftu að láta athuga það. Þá er eitthvað sem er að fara úrskeiðis. Jafnvel í breytingaskeiði þá er ekki eðlilegt að karlinn missi algjörlega kynkvöld. En hann getur hins vegar mist löngun til kynlífs vegna þess að skömmin er orðin svo mikil. Til dæmis, þegar karlmenn eru komnir á aldurinn kannski 50, 60 pluss, segjum 60 pluss, getur alveg gerst fyrr, getur ekki gerst setna, að þá er ekkert óalgengt að vinurinn í miðju verkefni, þá bara leggur hann sig. Og það getur verið ótrúlega neyðarlegt og þér finnst bara karlmennskunni sé gróflega ógnað. Þá er gott fyrir því að vita að þetta er eðlileg þróun á líkamannum. Það getur vel verið að gæinn þurfi kaffipásu. Og hvað gerur þá? Þá gefur honum kaffipásu. Og svo þegar hann er komin á kaffipásu og komin í vinnun aftur, þá heldur áfram að stunda kynlíf með þínum partner. Ok. En hvernig getur þetta, ef þú ekki búin að ræða það við partneriðin, að það getur vel verið, vegna þess að þú ert ekki 20 lengur, að þú þurfir fleiri en eina atrennu að því að ná því marki að þið bæði getur verið rosalega ánægð í kynlífinu. Og þá er ótrúlega gott að horfa til rannsókna sem að benda okkur meðal annars á að fólk sem er orðið eldra er það fólk sem er yfirleitt ánægðast í kynlífi sínu. Ef það getur talað kynlífið við partnerinn sinn, sagt frá þörfum sínum, sagt frá löngunum sínum, ef að hægt er að halda samskiptunum opnum. Þetta er eitt af því sem getur haft áhrif á skömm og þar að leiðandi á drifkraft til kynlífs. Annað sem er, og við vorum að tala áðan, orkan er ekki eins mikil. Þú bara hreinlega hefur ekki orku í að vera á fleygiferð í kynlífi eins mikið og þú hafður fyrir 10 árum, 15 árum, 20 árum síðan. Og það er allt í lagi. Það þarf bara að vera hægt að tala það. Margir sem eru á breytingaskeiði, og nú er ég bara að vitna í að það sem að strákar hefur að segja við mig þegar ég er að vinna með einstaklingum, þar sem að mín vinna felst eingöngu í að tala við fólk hvernig þið líður og hjálpa þeim að ná betri líðan. Það er það sem klíníski félagsráðgjafi á að gera. Ég heyri einstaklinga tala að þeir jafnvel eru ekki að girnast maka sinn eins mikið og þeir gerðu hér áður fyrr. Og þeir fara jafnvel að veltaði fyrir sér, er það makinn sem er ekki lengur nóg fyrir mig? Er það vegna þess að þyngdarlögmálið hefur líka haft áhrif á líkama makans? Og það er ótrúlega gott að fyrir karlinn að gera sér grein fyrir því að það sem að öllum líkindum er að gerast er að það er þú sem ert að breytast. Það er ekkert með makan að gera. Það er þú sem ert að breytast. Og þú þarft að ná sátt við sjálfan þig í því að þú ert að breytast. Mundu, það eru ótrúlega forréttindi að fá að eldast og fá að fara í gegnum þetta ferli að verða gamall. Annað sem hefur áhrifin í parsambandin, það er þetta með hvernig þið líður. Ef þú ert alltaf þreyttur, þú kemur heim úr vinnu eða ef þú ert ekki í vinnu og hefur verið að sinna einhverjum hugðarefnum með daginn og þú ert bara alltaf þreyttur. Þú hefur ekki löngun í það sem áður var gaman. Muni, það er eitt af einkennunum. Það sem áður var skemmtilegt er ekki endilega skemmtilegt. Og svo koma jafnvel skapsveiflur, þú fer að vera uppstökkur, partneriðin fer að vera sár og þú fer þá jafnvel að hugsa ekki, já, það er bara brú á milli okkar. Það er að segja það er gap á milli okkar sem einhvern veginn þarf að geta brúað. Það er alveg rétt, þú þarfst að geta brúað hana. Og bil á milli tveggja aðila munið til samvinna. Það verður aldrei laganum á báðir aðila að koma að því, þar með talið þú.
En karlmenn ekki mikið verið að tala tilfinningar á konur. Miklu erfiðara fyrir þá að byrja að tala tilfinningar. Því það þá að þeir ættu bara ekki að gera það. Þvert á móti, þú þarft að læra að tjá þínar tilfinningar og hlusta á tilfinningar makaðins á sama tíma. Og það getur einfallega reynst örlítið erfitt ef að þú ert í breytingaskeiði með þær skapsveiflur sem því fylgja. Lága sjálfsmatið manstu. Það þarf líka verið hægt að takast á við það. Þú þarft nefnilega til þess að þú getur verið góður partner, til þess að þú getur verið góður eiginmaður, þá þarf þú að vera góður maður. Og til þess að þú getur verið góður maður, þá þarf þú að þekkja þig. Þess vegna mjög mikilvægt að þú þekkir hvernig birtist breytingaskeiði hjá mér ef það byrjað að birtast og hvernig ætlað þú að takast á við það. Einmitt þú. Ekki reyna að finna einhvern annan í þetta. Ekki ráða undir verktaka til þess að sjá að koma þér í gegnum þetta. Þú þarft að koma í gegnum það. Þekkingin til staðar. Það sem þú þarft að gera ef að þú ert að upplifa eitthvað af þessum einkennum sem við höfum verið að fara yfir hér í þessum þætti, þá þarf þú að athuga hvernig þú ætlar að bregðast við. Fyrsta skref að sjálfsögðu að leita til læknis. Og sjálfsögðu, láta mæla hormónastarfsemina. Láta mæla allt að gerast eins og það á að gerast. Ef það eru risvandamál, þá ferðu þér stinningarlyf. Ótrúlega einfalt. Læknirinn skrifur upp á þetta og ekki einasti læknir á Íslandi fyrir ertu nú ekki ungur í það? Ekki einn læknir mun svara þér þannig. Þeir munu segja sjálfsögðu þetta vandamál, þá leysum við vandamálið. Og því lík forréttindi að búa í landi sem selur okkur lyf og lætur okkur vera starfshæf. Það ótrúlega gott. Svo þú þarft að tala við lækni. Númer 1, 2 og 3. Findu út úr hvað að vera. Síðan þarf þú að eiga, ef þú fer þetta svar frá lækninum, já, það eru breytingar í líkamaðinum, þá þarf þú að ræða við þinn partner. Til þess að þú og partnerið þinn geti verið í samvinnu með að leysa þetta. Og þá komum við að, ég ætla að enda á þessum punkti. Lykilatriði í öllum parsamböndum að vera varnarlaus gagnvart makanum. Og varnarleysi snýst að þú opnar á tilfinningar þínar og segir hvernig þið líður og ef þú ert ekki með sömu kynorku þú varst með, ef þú ert ekki með eins mikið sjálfsmat eða lægra sjálfsmat en þú hafðir, ef þú upplifir að hlutirnir eru ekki lengur skemmtilegir sem áður voru skemmtilegir, þið kvíðir hlutum sem þið kveið aldrei fyrir áður, þá þarf þú að vera varnarlaus, ræða það við makaðinn, því ef þú ert í parsambandi og ert að fara í gegnum breytingaskeið, þá það ekki þitt einkamál. Takk fyrir.